ótrúlega fallegt veður núna og það kom stormur seinni part. Þannig ég að spá í að nýta áður en að það kemur fara í göngutúr með Oliver. Ég að frjósa. Oh my god, það svo kallt úti. En sko líka ég málaði mig. Og hvað frétta? Þú veist, make-up mitt hér bara eitthvað farið í klessu og ég var að tárast svo mikið. Þannig að höfum bara myndarlega hérna meina að skára. Brynjar fór með Oliver á Metro að leika og borða með bróður sínum. Og ég ætla að nýta tíman í að mála barnaherbergið. Ég sem sagt búin að fara 2 umferðir yfir allt herbergið en það þarf allavega 3 umferðir. Þannig ég að vonast til að ég tek 1 umferð í viðbót og þá það komið. Þegar við erum búin að því þá getum ég að fara að setja lista og bara setja allt dótið. Því sko þetta hér bara dót sem á að vera inn í herbergi og bara barnaföt og ég svo spennt að ganga frá því. Mér líður svo húsið sé ekki hreint þegar þú veist þetta drasl hérna. Já, ég gerir alveg ráð fyrir að þeir verði í burtu næstu 2 tímana þannig ég ætla bara að grænda, vera með bara þátt í gangi. Ég bara orðin svöng aftur, ég veit ekki alveg hvað ég kom mér. Ok, when in doubt, þá fær maður sér bara morgunkot. Ég held ég sé ekki að vera hætt að borða morgunkot alla meðgönguna. Delicioso. Smá bumbucheck. Ég að nálgast 23 vikur og bumban svona. Orðin ágætlega stór. Ég passa ekki í neina bóli sem ég á og því líka allir bólir, sko þeir eru ekki ólétt, þá vil ég alltaf að bólin mín nái að nafla. Þannig það mjög óhendigt hvað ég marga þannig bóli núna og þeir sko rúllast alltaf bara strax upp þannig að ég alltaf bara með þá uppi. Smá crop top season á mói. Málaði sett allar umferðirnar þegar Brynjar var í Englandi, þá tók ég bara grænt helgi og svo kom hann heim og þá einhvern veginn komst ég ekkert í að mála seinustu umferðina. Ætlaði ég að fara að mála daginn og setti restina af málingunni í þetta og byrjaði að mála nema þá þetta orðið glerhart. Og maður keypti nýjan pensil og að koma með nýja málingu. Já, við erum búin að líða ógeðslega vel seinustu vikur og ég var búin með ógeðslega miklu orku, ógeðslega lítil einkenni. Já, ég var búin að nýta með það í bara að vinna og græja, þú veist, heima. Seinustu helgi þá var barnaafmælið hjá Oliver og ég tók alveg nokkra daga crashout eftir það. Ég man ekki hvernig ég var svona þreytt. Ég var bara ógeðslega þreytt og ég nefndi ekki neinu og ég kom engu í verkefni heima. Ég var bara, oh my god, orkuskotið mitt, þú veist, búið. Bara ég að fara að vera svona næstu vikur. En þetta voru bara svona 3 dagar sem ég var búin á því og svo mér búið að líða alveg fínt síðustu daga. Þetta segir mér ég ná ekki að losa þetta. Ok, þetta rúllan sem ég var, eða rúlluhandfangi sem ég var að nota og þetta nýja rúllan. Þetta passar ekki. Típist þegar ég fæ svona tíma í húsinu bara ein og ég var komin í gír. Við þurfum að fara að kaupa annarkvort nýtt handfang eða nýja rúllu. Ég með smá plön í kvöld, ég að Guðni Helgu og við erum að fara að tekna með Hannah Montana kvöld, horfa á anniversary þáttinn, borða saman. Ég teki ykkur með mér aðeins þangað. Ég að leggja stað til Guðni Helgu. Það stormur. Þetta var hræðilegt. Oh my god, ég titra í fótunum. Ég segi sagt, kerði Álftanesveginn í sko, þetta var svona allt í lagi í smástund og síðan kom bara alveg blindandi og svo voru vegirnir byrjaði að verða svo mikil snjór að þú varst hættur að sjá vegahelmingin og það var sko ekkert eðlilega óþægilegt. Það svo óþægilegt að sjá ekki, þú veist, það svo að keyra. Þannig ég, þú veist, kláraði veginn og ég ætla að taka stöðun eftir veginn hvort ég ætla að halda áfram og ég sá bara blindandi áfram. Ég sá ekki eins og þú veist, það kom svona hringtorg sem ég geti farið tilbaka. Ég sá næstu ekki hringtorgið og ég var næstu búin að klessa, þú veist, upp á það. Þannig þá var ég bara, ok, ég að fara tilbaka. Þannig ég keyrði tilbaka og leiðin tilbaka var sko verri. Þannig ég veit ekki hvort að veðrið sé að versna, mér sýnist það. En ég hringdi í Guðni Helgu og ég var bara, ég get ekki komið at the moment. Þannig ég fór tilbaka, ég fyrir utan húsið mitt núna og ég ætla að borða heima og ég ætla að sjá hvort þetta sé ennþá svona kannski 8 litið. Hún er 6:30 núna. Preggo ég ekki að fara risk my life og my baby's life
í þessu veðri. Jæja, smá update af mér. Ég enda á því að vera bara heima í gærkvöldi út af veðrinu. Við ætlum bara að reyna að hittast í vikunni. En klukkan er að verða 8 núna kvöld og ég er á leiðinni heim til Ósk að hitta stelpunar. Ósk er búin að bjóða okkur í Ninja Creamy íspartí og við erum allar að koma bara með nammi. Hún er búin að preppa ísana. Þannig að við þurfum bara að koma með nammi og hún ætlar að blanda það fyrir okkur. Ég ákvað að fara bara ógeðslega cozy og ekki fersk. Ég tók af mig make-upið. Fórum sérst í barnaafmæli í dag en ég málaði mig og svo sofnaði ég og þegar ég vaknaði þá var bara make-upið allt út allt. Ég tók bara af mér, setti mig krem. Ég er nefnilega búin að vera að mála mig svolítið mikið seinustu vikur. Ég er svona búin að vera að reyna að já, bara svona feel pretty eiginlega, þú veist, mála mig. Ég er búin að vera gett að reyna svona prófa mig áfram í everyday make-up, þú veist, hvað ég fíla og svona. Og eins og ég sagði í seinustu vídeói, þá vantar mér svo mikið svona, þú veist, eitthvað farða, dagkrem, eitthvað sem ég get sett á bara húðina alla daga. Hata að versla mér make-up, svo ég bara gera það aldrei, þannig að ég þarf vel að fara að taka bara svona góða make-up shopping ferð. Hvaða nammi komst þú með? Dæm. Nei, ok, já. Og hvað er Dæm? Hanna? Já, flott. Svo komum við laktósatöflu fyrir öryggis. Og Já, hvað er með berinn? og ísing. Yummers. Good morning, bestu mín. Ég tók bara ægilega ekkert upp með stelpunum í gær af því að í rauninni þú veist, þú vorum við bara í sófanum að spjalla, ég var ekki að taka upp eitthvað spjallin okkar. En það var óslega gaman að hitta þér og við bara náðum að catcha upp á óslega miklu. En Oliver er sem sagt komin í páskafrí alla þessa viku. Og ég og Brynjar erum svolítið svona skiptast á að vinna. Ég fyrir að vinna í dag, ég þarf að leggja saman 1-leytið. Og svo er ég svona eitthvað að vinna fyrir hádegi, eitthvað eftir hádegi í vikunni. En ég er að skella okkur í Smáralindina og kaupa, sko, ég er að pæla í að taka bara þessa make-up ferð í dag. Kaupa mér allavega heiljarmennibúinn og eitthvað svona make. Mér langar eiginlega helst í bara eitthvað svona léttan farða sem ég get notað, þú veist, daglega. Ólífi borðar ekki súkkulaði en mér langar alltaf að hann fái páskaegg þegar ég er að spá, ég kikið Tækir og gá hvort að þau eigi svona svo getur DIY-að sjálf, þú veist, svona pappa páskaegg sem þú bara tekur sundur, setur nammi og dót inn í og lokar. Og þá get ég sett kannski bara smá dót, ávaxtanammi, þú veist, hann borðar sleikjó og þá fær hann það á páskadag. Og nú man ég hvað mér vantar líka, mér vantar augabrúna gel. Fyrsta stopp er að segja kerru, þetta er litla. Ég nenni ekki að hafa hann labbandi með mér. Kerra secure, þannig að þessi sé ekki að hlaupa út allt. Nú ætlum við að fara að shoppa, það ekki? Hvað ert þú að hlæja? Tókstu þennan? Nú þurfum við að fara að skila honum. Jæja, nýr dagur og klukkan er 11:30. Ég var á leiðinni í pottinn til mamma og pappa en síðan er alltaf komið svona inn á milli svona gæmiklu svona hríðar og vont veður þannig ég nenni því ekki og ætla bara að mála mig. Ég keypti sem sagt 3 vörur í Smáralind í gær. Ég keypti þetta fyrir augabrúnirnar. Ég hef séð held ég Sunnivu Einars nota þetta ógeðslega mikið og ég sko prófa allar þessar vörur í gær. First impression er þetta virkar mjög vel að líma en þegar ég var búin að vera með þetta í nokkra klukktíma þá var þetta byrjað að flagna. I don't like that. Svo keypti ég Fit Me hyljara. Ég hef notað þennan oft áður og mér finnst það bara mjög fín og bara fín þekja í honum. Svo er ég að prófa nýtt make. Þetta er Pump and Glow frá Maybelline. En þú veist, lýsingin á þessu er medium coverage plus glowy finish og first impression af þessu var mjög góð, þú veist ég notaði þetta í gær og mér fannst bara næs að setja þetta á húðina og mér fannst þetta endast næs út daginn og ég held að þetta sé mjög gott fyrir svona everyday. Það er ein stelpa sem horfir á vídeóið mín sem er búin að vera að minna mig á nokkrum sinnum að ég skuldi ykkur útskýringu
á nafninu mínu. Kannski einhver sem veit ekkert hvað ég tala en ég sem sagt gerði Get to Know Me vídeó jólin og eina staðreyndunum mínum var að ég hét ekki Andrea fyrir en ég var, man ekki, 17 ára eða eitthvað. Þetta stutt saga, sko. Ég sem sagt var skírð Guðný Ingólfsdóttir. Ekkert millinafn, bara Guðný Ingólfsdóttir. Og mér fannst það alltaf ógeðslega svona leiðilegt að heita íslensku nafni út af því að ég var alltaf þegar ég var yngri, ég var bara obsessed með að flytja til Bandaríkjanna, flytja erlendis, vera fræg og ég var bara, ég get ekki heiti Guðný Ingólfsdóttir, skilur. Og svo þegar ég var 16 eða 17 ára þá byrjaði ég ferli að sækja sem skiptinemi til Bandaríkjanna. Og áður en ég byrjaði ferlið, þú veist, ég þurfti að fylla út bara óslega mikið umsóknum og eitthvað. Þá ákvað ég að breyta nafninu mínu og ég byrjaði bara að skrifa bara niður lista af nöfnum sem ég leist vel á. Eitt nafn, Stella Guðný, sem ég var fyrst að pæla í og ég skýrði með það á Facebook, þú veist, breytti Facebook-nafninu mínu. Og vinkona mín var að fá sent bara, er allt í lagi með hana, bara er hún að missa viti hvað er í gangi, bara okkur heitir hún allt í þetta. En svo fannst mér það bara ekki passa og einhvern veginn lenti á Andrea, bara leyfi frá foreldrum mínum til þess að breyta því formulega. Fyrstu árin sem ég héti þetta þá voru vinir mínu ennþá bara að kalla mig Guðný og það var alltaf bara svona fólki sem var nýbúið að kynnast mér, það kallaði mig Andrea og kennarar og allt svona svoleiðis, þú veist, allir í skiptináminu kallaði mig Andrea en í dag kalla mig bara allir Andrea og mér finnst ógeðslega skrítið að heyra eitthvað segja Guðný við mig af því mér bara líður ekki eins og þessi nafnum mitt lengur. Segja allir bara Andrea eða Andrea Guðný. Einu sem eru ennþá að kalla mig hinu nafninu er pabbi minn, þú veist, mamma mín er þess að byrja að kalla mig Andrea en pabbi minn vill ekki kalla mig það og amma mín og örugglega, þú veist, einhver svona frængur eða eitthvað sem lítan á mig sem gamla nafni. En já, that's the story. Ég basically var bara á leiðinni í skiptinám og hugsaði this is the time. Vá, hvað er bjart. Þá er ég tilbúin og ég er þess að segja, ég fíla meikið. Já, tilbúin að fara að gera eitthvað með sinni. Já, klukkan er að ganga 7 og það er ógeðslega mikið sól og fallegt úti. Ég endaði að eyða bara hádeginu, eða þú veist, fyrirpart dags hjá mömmu. Við bökuðum vöfflur og Ólífur var að leika við frænda sinn og eitthvað og svo fór ég bara að vinna. Mér finnst ógeðslega leiðilegt að vinna seinnipart en það munar svo miklu þegar það er svona bjart og sól þegar maður er búinn. En ég er stödd, það sést náttúrulega ekkert út gluggann. Sko, ég hef sagt þetta alveg oft áður en ég veit ekki hvað stilling er á myndavélunni minni. Þú veist, af hverju er glugginn minn svona þegar ég tek upp í bíl? Ég hata að taka upp í bíl út af því að gluggarnir eru bara hvítir. En já, ég sem sagt er fyrir utan Pizzan í Hafnarfirði og er að sækja mat fyrir mig og Guðný Helgu. Það er tilraun 2 að hittast. Ekki snjóstormur núna, bara sólblíða. Ætlum að fá okkur pizzu og horfa á Hannah Montana Anniversary. Það er búið að biðja mig að gera páskavlogg og ég er smá svona pæli að byrja kannski bara á nýju vloggi, þú veist, á morgun eða hinn. Takk fyrir að horfa, endilega setja like. Senst þegar ég tjekka þá vantaði mig 4 subscribers upp í 900. Þú veist, ég er held ég 696 núna og mér langar að komast upp í 700. Þannig að please subscribeið ef þið eru að horfa á vídeóið mín og eru ekki búin að subscriba. Og við sjáumst bara örugglega bráðum. Ég skal reyna að taka upp páskavlogg allavega. Ok, bye!